Góðan daginn, ég þakka góða kynningu. En já, ég heiti Saga Már og hugbúnaðarsérfræðingur hjá Advania. Ég ásamt teymi mínu tökum þátt í þessu skemmtilega verkefni að tengja ríkið og í dag ætla ég aðeins að segja ykkur nánar frá viskugausunni og hvernig hún tengist svona straumnum. Byrjum á þessu stöðunni í dag. Í dag, kannski eins og margir þekkja, hægt að fara á opingögn.is og nálgast gagnasett. Hins vegar erfitt að finna einhvers konar yfirlit yfir vefþjónustur og upplýsingar þær. En fram til þessa hefur vefþjónustu gerð og þróun verið bara mismunandi á milli stofnana og algjörlega svona á þeirra ábyrgð að skjala og veita upplýsingar þær. Og þar alveg erfitt að komast í svona rauntíma gögn. En hver er svona helsti munurinn á að vinna með gagnasett eða vefþjónustur? Gagnasett er tilbúið mengi gagna sem er svona fyrirfram matreitt á ákveðnum tímapunkti og er síðan dreift á annaðhvort Excel eða CSV formati. En hins vegar að skipta yfir í vefþjónustunotkun býður upp á svo miklu fleiri möguleika. Þannig fæst þá rauntíma aðgangur að gögnunum sem liggja undir og með vefþjónustulagi þá gerir það aðalum kleift að fara að skiptast á upplýsingum. Sem kemur inn á once only sem að Bjarni nefndi aðeins fyrir í dag af einstaklingar í samskiptum við ríkið ættu í fullkomnu heimi bara að skrá upplýsingar sig einu sinni og svo á baku tjöldin eru stofnanir að deila þessum upplýsingum. Once only fjallar það, hugmyndafræðin. Og það er það sem að við erum að stefna að og viljum virkja. Þannig viljum við hvetja þá til notkunar á upprunalegu gögnum hjá þeim stofnunum sem er svona ábyrgðaraðilinn og eigandi gagnanna í þá samskiptum þegar það er að veita einstaklinga þjónustu. Sem dæmi að þjóðskrá heldur utan skrá einstaklinga eða samgöngustofa sem heldur utan ökutæki. Það sé verið að nota bara gögnin frá þessum aðilum hjá hinum og þessum stofnunum í þeirra ferlum í staðinn þess að þeir sé að safna þessu upplýsingu til sín og halda einhver afrit. Sem dæmi þá getum við nefnt það ef að einstaklingur er nýlega búinn að flytja, skiptir húsnæði á eftir að tilkynna einhvert en er að sækja fæðingarorlof í leiðinni, opnar umsóknarferlið og heimilisfangi er dregið upp og hann sér gamla heimilisfangi sitt, þannig að hann uppfærir það í ferlinu. Sendir hann umsóknina og klárar. Á baku tjöldin myndi þjóðskrá fá tilkynningu uppfært heimilisfang. Þannig að næst þessi einstaklingur á í samskiptum við ríkið og að fá þjónustu að þá búið að dreifa þessum upplýsingum á milli, allar stofnanir hafa aðgang að þeim. Þar af leiðandi hann þarf ekki að fara inn í eitthvað annað kerfi, hann þarf ekki að vera að skrá þetta á mörgum mismunandi stöðum. Til að þetta geti orðið svona raunveruleiki, þá þarf öruggt vefþjónustu samskiptalag sem að straumurinn er að leysa. En einnig þarf svona yfirlit og upplýsingar þessar vefþjónustur og gögnin sem er í boði. Og þar kemur viskugausan inn í. En hvað er viskugausan? Hér sjáum við svona high-level yfirlitsmynd af þessum kerfiseiningum sem mynda viskugausanna. En svona fyrst og fremst út af við viskugausan upplýsingavefur, þar sem að notandinn kemur inn og sér yfirliti við vefþjónustur, yfirliti við gagnamódelin sem er í boði. Og eins getur að nálgast svona þessar leiðbeiningar og skjölun sem að Stafrænt Ísland er að útbúa hvernig á að þróa og nota þetta. Einnig er viskugausan að bjóða upp á svona vefþjónustu gátt sem er þá rauninni tól sem að býður almenningi gerir þeim almenningi kleift að nota vefþjónustur sem að flokkast sem svona opin og vinna með opin gögn. Þannig að þeir aðilar sem hafa ekki umfang eða peninga eða þekkingu til þess að tengja straumnum og fara þangað inn geta nota vefþjónustugáttina til að kalla í vefþjónustur á öruggan máta. Síðan erum við með þessa sjálfvirka upplýsingaöflun á baku tjöldin af því að við sáum fram á að og ég kem aðeins betur inn á sjálfvirknina eftir en við horfum rauninni á strauminn og erum að veiða upplýsinga þaðan. En nú ætla ég bara að sýna ykkur svona eldsnöggt aðeins inn í vefinn. Við erum með hönnunarmyndir. Þetta er lendingarsíðan sem notandi kemur inn á. Þarna tekur hann á móti smá tölfræði hvað hann er rauninni að leita í rauninni stórum grunni af mörgum þjónustum og gagnamódulum þar undir. Síðan hefur hann bara hlekki til að fara í viðeigandi undirsíður og ef við förum inn í vörulistan þá lítur hann svona út. Reynda smá lánstexti og viðspyrnuverkefninu en annars er yfirlitið vefþjónustunnar er þá svona þessi spjöld þar sem að kemur fram titillinn á þjónustunni, hjá hvaða stofnun hún er og svo svona lýsitök, hvort að hún sé aðgengileg í gáttinni eða straumnum, hvaða tækni þarf að nota til að tala við hana, er þetta REST eða SOAP, er hún að vinna með opin eða lokuð gögn, er hún gjaldfrjáls eða gjaldskyld og þess háttar. Hægra megin hefur notandi svo síu til þess að þrengja leitina sína ef hann vill einungis horfa á gjaldfrjálsar þjónustur og sjá hvað er í boði, þá getur hann gert það.
Vörulistin fyrir gagnamódelin svo byggir bara á sama útliti og þessi síða, nema þá titillinn á gagnamódelinu og taugin breytast aðeins. Þá erum við að flokka gögnin eftir hvort þau tengjast heilsu, fjármálum eða fjölskyldu og þess háttar. Síðan ætlum við að birta svona þessar skjölun og leiðbeiningar sem við höfum verið að búa til á svona notendavænan hátt. Og hérna er lendingar síðan fyrir þróunarhandbókina og svo hægt að fara í undirkaflana og lesa efnið. Og hérna er kannski helst að nefna feedbackið eða endurgjöfuna. Við viljum fá endurgjöf og viljum fá ábendingar efni sem þarf að laga og við kannski orðið úrelt eða óskýrt, af því við viljum halda þessu við og halda þessu svona up to date. En ég ætla að koma þess aftur inn á sjálfvirknina sem er kannski svona lykillinn að árangri í þessu verkefni. Af því að við vitum að ef við búum til enn eitt viðmótið þar sem þarf handvirkt að fara inn og skrá upplýsingar, að þá munar bara staðna og verða úreltar. Þannig að við fókuðum bara frá grunni að við viljum hafa þetta sjálfvirkt. Þetta verður að vera sjálfvirkt og einfalt. En eins þurfa stofnanir að hafa svona fulla stjórn á aðstæðum og fulla stjórn á sínu þjónustum og birting á upplýsingum á þeim. Þannig að þar kemur inn að eins og Vigfús sýndi aðeins áðan, stofnunin hefur sinn öryggisþjón í straumnum og skráir þjónust þar inn ef hann á að gera hana aðgengilega. Og eftir hvern hún er skráð hefur hún áhrif á því hvað sjálfvirkniferli í vistgausinni gerir við þjónustuna. Ef við tökum sem dæmi, við erum bara með mjög viðkvæma þjónustu sem að stofnun eins og ríkislögreglustjóri væri að veita einhverja þjónustu og önnur stofnun þarf að nota, en á alls ekki að birtast í rauninni viðmótin út á við. Og þá er hún skráð sem slík og sjálfvirkniferli bara les fram hjá henni, les hann ekki upp. Eins ef að þjónusta er merkt þannig að hún er opin og á að vera aðgengileg almenningi, þá var hún skráð á rauninni þann máta og þá myndi sjálfvirkniferli lesa hann upp, skrá hana í grunninn þannig að hún birtist út í viðmóti, en einnig taka hana og skrá hana inn í gáttina. Þannig að þegar notendur er að vafra í vistgausinni, finna þjónustu sem er aðgengileg í gáttinni og þá geta þær farið inn á svona sjálfsafgreiðslu vef gáttarinnar, fengið API-lykil til þess að byrja að nota hana og svona afgreitt sig sjálfir. Til að sjálfvirknin gangi upp, það þurfa að vera leiðbeiningar, það þarf að vera einsleitni í skjölun, við þurfum að tryggja lágmarks upplýsingar inn í vistgausina og þar að leiðandi höfum við útbúið svona leiðavísi eða API Design Guide. Við erum að horfa á REST-þjónustur og notum fyrir þær þá OpenAPI-staðalinn eða áðurnefndur Swagger og við erum þá að lýsa hvaða lágmarkssvæði þurfa að vera útfyllt fyrir þjónustu svo hún svona detti þarna inn. Og svo er gaman að segja frá því að allt sem að Stafrænt Ísland gerir er opin hugbúnaður og eins er öll skjölun og leiðbeiningar opin. Og þetta er komið inn í handbókina okkar sem að Andrés menn nefndi áðan er orðin opin og þannig ég hvet ykkur endilega til að kíkja þangað inn og taka þátt í umræðinni, gefa ykkur ábendingar ef það er eitthvað sem betur fara. Og vistgausin er síðan bara væntanlega í lofti von bráðar og verður auglýst nánar þegar því kemur. Takk fyrir mig. Vel gert, geðveikt, ókvæmlega skemmtilegt að fá innsýn inn í það. Takk fyrir að deila. Nú er ég að horfa á þangað. Við erum með spurningar úr sal sem er út allan heim, eða á Íslandi allavega. Ég sjálf geti yfirheyrt mjög lengi um þetta, mér finnst það mjög spennandi. En hvernig geta stofnanir nýtt sér viskuausuna? Það var eins og ég kom inn á. Stofnanir stjórna því þegar þær eru að skrá þjónustur inn í strauminn og gera þjónustu aðgengilega. Hvernig það skrá þjónustuna, stýrið því hvort hún muni birtast í viskuausunni einnig. Við viljum hafa þetta sjálfvirkt og þetta verður bara kynnt betur fyrir stofnunni þegar þetta svona fer í loftið. Við byggjum rauninni á þjónustum inn í straumnum. Ég held að við megum ekki spyrja fleiri spurningar, en ég er samt forvitin. Töluðu þið eitthvað eða höfðu þið samband við íslensku grasrótina, því að núna er íslenska grasrótin búin að vera að hakka saman API á alls konar dót, bæði í íslensku ríkisstjórninni og líka svo bensínverð og eitthvað alls konar dót. Er eitthvað þannig búið að vera í gangi líka? Það er svolítið svona sem gáttinu hugsa fyrir, að opna á þjónustur fyrir einmitt þessa aðila, að fá aðgengi að opnum ríkisgögnum á vefþjónustu formati upp á einmitt að þið orðið komið rauntímagögn og það bara býður upp á miklu fleiri möguleika í notkun heldur en kannski gagnasett sko. Þannig að það er þá vefþjónustu gáttin sem kemur þar á móti. Geggjað, herri, bara 1000 þakkir, geðveikt og tala mikið með þetta. Já, takk fyrir mig.